Þú átt 8 tímabil í efstu deild með okkur, pluss sem 4 í fyrstu deildinni. Já. Svona, áttu þér eitthvað svona eftirminnilegasta tímabil? Já, náttúrulega eftirminnilegasta tímabilin náttúrulega bara, það gengur vel. Það náttúrulega, maður vill náttúrulega reyna að muna þau, þetta náttúrulega mann maður hinn líka, sko. En eftirminnilegasta tímabilin myndi ég segja, sko, fyrstu 2 ára náttúrulega sem maður var á fullu meistaraflokki, það Gústi var með okkur. Það var alltaf allt svo nýtt og allt náttúrulega ægilega gaman og fyrsta ára var náttúrulega mjög erfitt og rétt byrjuðum frá falli en annað árið förum við svo í úrslitakeppnina og erum við bara hárspita frá því að leggja Hauka hérna í 8. úrslitum og þá vorum við náttúrulega með mjög ungt lið og yngsta liðið bara á landinu þá held ég og það var mjög eftirminnilegt sko. Fleiri tímabili þegar eftirminnilegast líka hérna þegar við fórum hérna úrslitakeppnin það Hrafnar með okkur og Cedric var hérna og Luka og stóri Brettinn það var líka mjög eftirminnilegt sko. Þannig að maður man þetta náttúrulega allt sko. En það er náttúrulega svona maður reynir að muna þessi bestu sko. Og það var náttúrulega tengt á. Þú spilar fyrsta leikinn í meistaraflokki tímabilið 96 hlið. Já, það er svona rétt. Það er 96-97 þá var ég aðeins að meistaraflokki svona með yngreflokkunum. Já, ég held ég hafi spilað einhverja 4 leiki eða eitthvað. Já, það tímabil. Og manstu eftir fyrsta leiknum? Nei, ég man nú ekki eftir fyrsta leiknum. Ég man eftir, maður rugglar alltaf svolítið saman en ég man eftir einhverju leikjum þarna. Ég man þegar Gunni Sverris var þarna og Fred Williams, þeir voru saman með þetta. Gott Fred var ekki aðstoðar og Gunni, sem sagt, nei, hann var liðsstjóri og Fred Williams var þjálfari. Og ég man eftir þarna leik sem við spilum við ÍR til þess, þá var hérna Herbert Arnarsson alltaf þarna toppformi og maður alltaf svona litur svaka upp til þess að algjör hetjan alltaf og Kitty Gunni var alltaf hérna og svona, man eftir því sko. En ég man ekkert vola skipta beint fyrsta leiknum samt sko. En ég var ekkert vola mikið með meistaraflokki á tímabil. Ég var svona aðeins að æfa með þeim og spila þessa 4 leiki held ég. Það var svo ekki fyrir hérna svo fyrir hann út í Jamaica þarna árið eftir og þar allan veturinn og þannig að þá hefði ég nátt að vera að byrja með meistaraflokki þannig að ég spila ekki það tímabil en svo tímabil eftir það þá fyrsta tímabili sem að Gústi með okkur og þannig að það var svona fyrsta alvöru tímabili það var þá 98-99 sem það tímabili það var hans langt síðan Og þú spilaði hann nokkur tímabil í efstu deild með okkur. Já. Hvernig svona lítur þú á þann tíma áverum? Þetta finnst mér svona eitt skemmtilegast tím á mínu ferli. Það er hérna þessi tímabil hérna frá fyrst tímabil hérna 98-99 og svo þangað til bara náttúrulega við förum í gjaldþrot sko. Sem er hérna, hvað var það ekki, 2002 og þessi tímabil, þessi 3 það var hérna sem að, já það er 4 tímabil 3 með Gústa og 1 með Hirti þau eru mjög eftirminnileg og mjög skemmtileg og þetta var rosalega skemmtileg tíma því við náttúrulega vorum með svo ungt lið og framtíðin var náttúrulega mjög björt á þessum tíma fyrir Þór það var náttúrulega fullt af ungu strákum og þetta var virkilega gaman að taka þátt í þessu uppbyggingu þarna en svo bara þeim miður náttúrulega þá fer þetta eins og þetta fór að sem deildin fyrir gjaldþrot og við erum settið bara með aðra deild og sem var náttúrulega alveg agalegt fyrir körfum. Við erum náttúrulega búin að á þessum tíma erum við rauninni miklu framförum að halda upp merkið Þórsarni eftirlitsegi og erum bara að standa okkur alveg ágætlega og það er alveg ömurlegt að þurfa svo að horfast í augu þá staðreynd að við megum ekki spila eftirlit af því við bara hefum ekki peninga. Alveg ömurlegt og ég var mjög reiður og mjög sár á þessum tíma sko að þurfa og ég rauninni sá ekkert annað í stöðum en að fara annað. Ég var ekki hugsað mér að spila í annarri deild og var þeir rauninni bara að fara eitthvað annað bara til að geta svona halda áfram að þróa sér leikmaður líka og þannig að þetta var mjög leiðilegt en tímabilið fram að þessu var bara algjör snillt og að svona já, mínum að þetta er skemmtilegast tími minn sko. Og eins og þeir segja þið kannski þið voru nærri komnir í undanúrslit þannig að 2000 þegar við tökum undir Haukum og síðan undanúrslitið í bikar hana 2001 þannig að það er kannski vant alltaf einhvern smá mun til þess að Já, það er því miður hefur þetta verið þannig
Já, allan það tíma sem ég verið Þór að það hefur einhvern veginn alltaf vantað heslum minn. Það hefur alltaf vantað eitthvað örlítið meir upp á til þess að ná svona virkilega góðum árangri. Við höfum átt tímabila sem við erum mjög góð lið og við farið sko, ég allan að tvisvar eða ekki þrisvar farið sko í undanúrslit í bikar og gengi ágætlega í deild sko, en það er einhvern veginn alltaf vantað aðeins upp á því miður sko. Þannig að þetta er svona. Já. Og eins og deildin var í Þrótana 2002, þú fer í KR. Ég fer í KR, já. Og síðan árið eftir spilaður með Ulriken Eagles. Já, í Noregi. Já. Hvernig svona var það að spila með öðru liðum en Þór? Mér þetta var rosalega skrítið sko, það alltaf þegar við verðum gjaldþrota þá í rauninni sko langaði mér bara til að komast til eitthvað lið sem að væri mjög velmannað og ætti mjög góða möguleika að vinna eitthvað titla. Og ég fekk svo sem tilboð í það og ég rauninni bara að skoða þetta bara út frá hvaða liði ég held að vera sterkast. Mér er svona slétt sama hvað að vera að bjóða. Ég vildi bara komast í lið sem ætti besta möguleika að vinna. Og ég mata svo að KR væri sterkast í hópurinn og við vorum gríðarlega sterkir á pappírum. En við hins vegar náðum ekki árangri, ekki eins og við ætluðum okkur. En það var mjög undarlegt samt að fara í KR að því upp alla yngri flokkana þá erum við alltaf að berjast í KR. Við vorum alltaf að spila í KR úrslitaleikjum upp alla yngri flokkana. Þannig að mjög skrítið svo að fara alltaf og spila fyrir KR og ég var svona svolítið stunda áttum á þessu sko. En bara því miður þetta var mjög erfitt tímabil bara fyrir allt liðið. Ég náði mér enga strik og bara liðið náði sér aldrei að strik. Við vorum með mjög góða mannskap en náðum ekki út úr mannskapnum það sem áttum að ná. Og rauninni náðum bara, já við náðum engum árangri. Við stemdum alla titla fyrir þetta tímabil en náðum engum. Þannig að þetta var mjög sérst tímabil og mjög erfitt fannst mér sko og líka bara erfitt að fara hennar liðan og ekki að standa sig. Það var mjög leiðilegt sko en svo tók ég ákvörðun eftir það tímabil að bara breyta til og fór út og spila í Noregi hérna í 1 ár og það var mjög lærdómsríkt. Við vorum þetta sigursælasta liði Noregs og komst af þeim og þetta var mjög skemmtilegt tímabil í rauninni sko. Þótt ég var ekki atvinnumaður þá var rauninni æðumaður eins og atvinnumaður. Æðum 4-5 tíma á dag með það var ungur bandarskur þjálfari þarna svo nýtekinn við og mjög mikill ægi og þetta var mjög erfitt tímabil en mjög lærdómsríkt. Mjög skemmtilegt. Og svo með þessi 2 tímabili fyrir sem við spilum alltaf utan við okkur. Hvernig svona lítur á þann tíma? Er þetta bara svona lærdómur? Já, mjög lærdómsríkur náttúrulega. Maður þarf stundum náttúrulega að fara heimann svona til að læra sko. Og mjög lærdómsríkur en ofta tíma svona svolítið erfið náttúrulega en mjög lærdómsríkt. Og ég er bara, þú veist, ég er bara nokkuð ánægður með þessu ákvörðun að hafa farið og prófa þetta, þótt að það kannski endilega allt gengið upp, þá var þetta bara lærdómsríkt og gaman sko. Mjög skemmtilegt. Og þú snýr síðan aftur heim þegar við erum í fyrstu deildinni. Já. Kom ekkert annað? Nei, þegar ég var búinn að vera þarna í Noregi, þá sko ég átti eftir að klára námið mitt hérna og ég var náttúrulega í háskólanum hérna og átti eftir að klára kennaranámið og mér langaði til að klára það og svo fannst mér líka bara, liðið var komið fyrst deild og ég vissi að við myndum vera með ágætis mannskap, Hrafn var að fara að taka við og mér leist mjög vel að hann og þannig að mér fannst bara að koma tíma til að koma heim og þótt að þýddi það að ég þurfti að spila í fyrst deild að þá bara myndi það bara stefna að fara strax upp aftur og það gekk og það rauninu kom eitt annað greina og ég var mjög ánægð með það að fara heim. Þetta var mjög skemmtilegt tímabil þetta tímabil í fyrst deild, það gekk náttúrulega mjög vel og þetta var bara mjög gaman sko. Mjög ánægð með þá ákvörðun.